það ríkir ennþá talsvert samfélagslegt traust á Íslandi, gagnvart hvert öðru, gagnvart stofnunum og svo framvegis. Það ekki sjálfgefið og mér finnst sumir vera að leika sér að eldunum í þeim efnum og ég bara glöð að hafa, þú veist, ákveðið að vera með þér í þessu verkefni og að sýna að það sé hægt að vera ósammála margt í pólitík og koma úr ólíkum áttum, þú veist, eitthvað hugmyndafræðilega en geta rætt þessi málefni svo fullorðið fólk og að geta sýnt fram á að, þú veist, hversu samstíga við þó erum komendur ólíkum áttum svona grundvallarþætti, þú veist, á þessum tíma. Komið sæl og velkomin á Flekaskil. Við erum hér í þætti 19, ég heiti Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Og ég heiti Dagur B. Eggertsson. Og eins og stundum áður ég segi ekki að það sé svona dagur múrmeldýrsins, en sumt sem við óneitanlega þurfum að koma inn á, höfum við snert á áður, ekki sant? Jú, það flest af því sem við ætlum að fara yfir í dag höfum við nefnt áður, en auðvitað eins og almennt, þá margt búið að gerast í liðinni viku og nýjasta sem við ætlum svona ræða þessi hugdetta Bandaríkjaforseta að hefði viljað draga sig úr heræfingu með Suður-Kóreu en að því að hann var svolítið seitt til að þá ætlar hann að þá gefið út þá orderu á Pete Hegseth stríðsmálaráðherra Bandaríkjanna að draga úr henni eins og hægt og hann segir sjálfur á samfélagsmiðlum að hann og Kim Jong-un í Norður-Kóreu að þeir séu hinnir mestu mátar. En við ætlum að koma aðeins inn á það seinna. Ég hérna í London og þú í miðbæ Reykjavíkur. Nákvæmlega. Ekki satt? Já, og í dag þessi merka dagsetning þegar 60 dagar eru liðnir síðan að skrifa undir svona viljayfirlýsingu vopnahlé og frið milli Bandaríkjanna, Ísrael og Íran. Og 60 dagarnir, hvað merktu þeir? Jú, innan þessa 60 daga átti að nota til þess að ná varanlegu friðarsamkomulagi. Og það hefur bara valla frest af samningafundi til þess að ná því. Það var talað að það myndi fókusera mjög mikið á kjarnavopn sem að við rættum nú hérna aðeins síðast. En staðan við það sama eða jafnvel vestnar. Ég hugsa að ýmsir hafi verið dálítið hugsi yfir það varla hægt að kalla annað en hótanir í garð Óman sem nú bandalagsríki í raun Bandaríkjanna sem hefur verið í einhvers konar viðræðum við Írani varðandi Hormúsund enda Óman hitt ríkið ef svo má segja sem við Hormúsund og Trump orðaði það þannig að hann hótaði að sprengja Óman í tætlur ef þeir væri að þvælast fyrir samningum Bandaríkjanna varðandi Hormúsund. Þannig að þetta kemur einhvern veginn þvert inn í fréttir af því að á Bandaríkjaþingi séu vaxandi raddir það að ríkin fyrir botni Miðjarðarhafs sem hafa hagsmuni af siglingum í gegnum Hormúsund eigi að ná einhvers konar samkomulagi við Íran og Bandaríkjamenn einhvern veginn að bakka út. Þannig að þetta svona bæðisagan endalausa en kannski fátt sem að gefi tilvíð til bjartsýni akkurat núna. Já, ég held að það sé alveg rétt. Það ekki margt að sjá sem gefur tilefni til bjartsýni og ég held að það sé óhætt að meta þannig að staðan sé verri að því leyti að þetta farið að fara í hringi og á þessum 60 dögum ekki eins og það sjá í land með hvernig menn alltaf einhvern veginn að ná okkur niðurstöðu í þetta og ekki heldur að sjá allavega það sem að segir opinberlega að það sé verið að vinna eftir þessu plani og meðan þetta búið að nota gríðarlegt magn af búnaði sem eins og við ræddum í síðasta þætti tekur mjög langan tíma að framleiða og
já, svo bara halda áfram að koma fréttir og þær eru frekar neikvæðar heldur en hitt. Almennt svona í aðdraganda helgi að þá kemur eitthvað út frá, alla jafna frá forsetanum sjálfum að þetta sé alltaf smella sem hefur auðvitað áhrif á markaðinn yfir helgina og þegar hann opnar aftur á mánudagsmorgni og svo kom alls konar fréttir yfir vikuna og svo endurtekur þetta sig. Þannig að ég held að okkur sé óhætt að svona leiða okkur að þeirri niðurstöðu að það sé ekki tilefni til mikilla bjartsýni en ég meina hver veit, það getur verið að eitthvað þróist og vonandi höfum við rangt fyrir okkur en þetta er bara svona finnst manni frekar augljóst mat bara út frá því sem að við vitum og þeim fréttum sem berast og þeim yfirlýsingum sem frá forseta Bandaríkjanna og öðrum úr ríkisstjórninni koma þaðan. Þannig að við erum þar núna og höldum áfram að fjalla þetta í upphafi nánast hvers þáttar held ég. Já, og núna ætlum við að bregða birtuðil á tvennt sem á það sameiginlegt að tengjast Íransmálunum kannski ekki, en samt tengjast þeim mjög mikið. Annars vegar, og við kannski byrjum bara á því að þú sendir mér í morgun nýlegt yfirlit frá prófessor sem hafði tekið saman atburði sem að, eins og við sögum í síðasta þætti, við höfum fellt undir svona fjölþótta ógnir, en hann, eins og við vorum svolítið og þú sérstaklega að hnykkja á, þetta kannski betur lýst sem fjölþótta hernaði sem á sér stað í Evrópu bara þessa dagana. Þó við ræðum þetta nánast í hverri viku, þá fannst mér sláandi að sjá þetta yfirleitt. Viltu aðeins bara setja okkur inn í þetta? Já, mér fannst áhugavert vegna þess að við höfum oftar en einu sinni, tvisvar og þrisvar fjallað þessar fjölþótta ógnir og ákveðin svona tilfelli og við höfum farið yfir það að það sé mikilvægt að horfa á þetta eins og þetta jafnvel þótt vissulega sumt af þessu hefur ekki verið rannsakað til hlítar, það ekki komnar opinberar yfirlýsingar hver á í hlut og hver þarna baki og svo framvegis, en við höfum verið einbrá því að það sé mikilvægt að horfa á þetta mynstur, að horfa ekki á þetta allt aðskilið, heldur að teiknast upp mynstur sem að við með tímanum förum nánast að normalisera og svona venja okkur við, en ekki endilega mjög skynsamlegt að normalisera og þegar þetta tekið saman og þetta kannski ekki endilega alveg tæmandi en bara í ágúst þá handtóku pólsk yfirvöld rússneska ríkisborgara sem hefði verið ráðinn af rússnesku leyniþjónustunni og hafði það verkefni að myrða mann með bæði bandarískan og úkraískan ríkisborgararétt. Daginn áður, 7. ágúst, þá fannst dróni sem bar sprengiefni nálægt flugbrautinni í Leipzig sem hefur verið talsvert í fréttum og það sáust sömuleiðis 2 drónar yfir herstöð í Þýskalandi og þetta virðist ekki verið einhver orrómur, heldur hafi gerst. Á Ítalíu þar var eldur sömuleiðis sem var síðan að gríðarlegri sprengingu, þar dó enginn. En þessi verksmiðja, hún framleiðir einmitt stórskotalega skot sem eru afhent Úkraínu í gegnum evrópska samstarfsaðila. Í Hollandi á aðeins nokkru klukkustundum í þessari stærstu höfn Evrópu var eldur, fólksmikið rafmagnsleysi og svo framvegis. Ekki vitað að mér skilst hver þar að baki. Við höfum auðvitað áður fjallað Vilnius, IKEA, íkveikjuárás á vöruhús í London sem aftur tengist líka Úkraínu, tilraunir til þess að ráðast á innviði í Tékklandi, árás á bifreið innanríkisráðherra í Eistlandi, tilraun til að trufla evrópsk járnbrautakerfi, við erum líka með brautateina í Pólandi þar sem var algjört mildi að það hafi ekki orðið alvarleg slys og mér fannst þetta bara svona alls ekki frískandi en ákveðin svona það var ágætt. Það var áhugavert að lesa í gegnum þetta og sjá þegar þetta saman tekið og þetta til viðbótar auðvitað við svona það sem við vitum varðandi hvort það eru njósnir eða netárásir og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að
Þannig að það mikilvægt að vera ekki einhvern veginn, eins og segja, að horfa á þetta þannig að þetta sé einhver eðlilegur hlutur og minna sig á og setja í samhengi við hvernig við hefum brugðist við fyrir örfáum árum síðan ef að eitthvað svona væri að gerast mjög reglulega sem bara orðin veruleikin í dag og við sjáum líka það sem ég hef tekið eftir að ég veit að, þú veist, maður hefur fylgst með því hvernig opinberu aðila tjá sig að því oft það frekar fólk einmitt úr hugveitum, fyrrverandi stjórnmálamenn, úr akademíu og svo framvegis sem svona ganga lengra heldur en, þú veist, greiningadeildir, leyniþjónustur, fólk í embættum, þú veist, hverju sinni, að meira sér við fann að sjá í vaxandi mæli líka frá greiningadeildum og leyniþjónustum einstakra ríkja farin að til dæmis vara við því að Rússar muni fara í einhvers konar operation og klína því síðan á auðvitað Úkraínumenn eða þú veist, það sem hentar þeim. Þannig að, og ég held að sé gagnlegt að deila meiru það sem að menn eru, þeim upplýsingum sem menn sitja á, auðvitað ekki öllu, en að gera það í meira mæli, þannig að bæði svona stjórnmála stéttin í hverju landi fyrir sig, en líka almenningur fá aðeins tíma til þess að því það tekur tíma að melta svona hluti og það skiptir máli að því að, þú veist, þegar síðan hlutir gerist að það sé búið að svona gefa rými og deila upplýsingum sem að, þú veist, menn sitja á og vita eru réttar, hvort sem það sem gerist ekki, en ef það gerist að þá horfir það öðruvísi við, heldur en þegar að almenningar haldið alveg í myrkrinu og svo gerist eitthvað og það miklu auðveldara að fara þá í sálfræðistríði sem að oft sko gigantískt og miklu stærri skala heldur en það sem að raunverulega verið að gera, heldur til þess að hræða almenning, stíunum í sundur, ala á ótta, ala á hatri og svo framvegis og svo framvegis. Það meiri líkur og hægt sé að bólusetja aðeins gagnvart þeim fyrstu svona frum tilfinningum þegar að fólk með upplýsingar og getur svona, já, mellt þær með tíð og tíma. Og þetta sótt sem þetta á X svæði Róman Sermeta sem professor í Cleveland, Ohio og hefur verið að skrifa svona viðbyrði reglulega, vísar í eigin 2 ára gamla færslu þar sem hann myndið að fjalla þessa hluti sem þá var eins og þú svona innleitir með, ekki vita hverju stæð á bakvið og enginn treystir sig til að fullir það. En eftir því sem tími líður og rannsóknum líkur og fleiri atburðum þá beinast böndin mjög mikið að Rússum og bara nánast undantekningarlaust þar sem einhver slóð eða svona spor finnast að þá beinist þetta þangað og þessi mál verða fljótt pólitísk og það má bara vísa í skrif The Economist bara núna í vikunni þar sem að The Economist að hvetja evrópsk stjórnvöld þess að auka varnir og viðbúnað gagnvart drónum á flugvöllum. Við hefum fjallað hér í flekaskilum skýrslu Vörðu, hugveitu varnar- og öryggismál sem fjallaði dróna á Íslandi og ef eitthvað myndi nú koma upp og það kemur ljós að þessum ábendingum hefur til dæmis ekki verið fyllt, þá getum við alveg ímyndað okkur einhvern veginn bara pólitísku umræðuna sem yrði af því fyrir utan sko bara efnahagslega höggi sem getur komið ef að eða bara beinleins hættulegar aðstæður ef fjöldi flugvéla sem á leið til landsins þyrfti að leita sér lendingarstaðar annar staðar og svo framvegis og þetta höfum við nefnt þannig að maður getur sko að því að þetta nefnilega nákvæmlega eins og þú segir orðið svo hversdagslegt og maður heyrir af einhver svona aðtökum á já og þetta nú bara venjulegu þriðjudagur en það þarf svo lítið út að bregða í einstakar svona aðtökum til þess að þetta geta orðið bara einhverjar svona katastrófur á bara mjög stórum skala. Nefnilega og eins og við rættum í síðasta þætti að þá auðvitað eru menn auðvitað líka að fylgjast með hversu langt hægt að ganga, hver eru viðbrögð ríkja, þú veist, einstakra ríkja og saman þessum viðbrögðum og atburðum og tilfellum og það líka mikilvægt að nefna því að maður sér það, ég sé það meira svo reglulega, meira svo heima að það eru auðvitað hluti af áætlunni, það hluti af aðgerðunum að
finna til dæmis og alla jafna í þessum tilfellum sem við erum að fjalla hér, úkraínska ríkisborgara til þess að fremja slík verk. Þeir eru þess að radikalisera, greiða fyrir þessi verk, af því að það hljómar auðvitað öðruvísi í fréttum þegar úkraínskur ríkisborgari gerði eitthvað og það flýgur almennt og það eru því miður og margir sem að falla fyrir þessu bragði. Þannig að ég vil bara hafa nefnt að það mikilvægt að fólk, það má spyrja spurninga og við bíðum eftir niðurstöðum og það þarf að rannsaka, en að það þetta hluti af áætluninni að gera einmitt það til þess að grafa undan stuðningi við Úkraínu og hins vegar að skapa ótta og svona polariseringu í þessum ríkjum, skapa ótta þannig að almenningur í ríkjum sé líklegri til þess að fara að horfa inn á við og segja, nú staðan orðið þannig að við þurfum að hugsa okkur og þess vegna eigum við ekki lengur að styðja við Úkraínu, hvort sem það efnahagslega, varnarlega, með vopnum og svo framvegis og svo framvegis. Það hluti af planinu og því miður virkar það og ég skil mæta vel hvers vegna, en þess vegna líka mikilvægt að svona reyna að sjá í gegnum það og allavega kynna sér það til hlítar. En síðan vandinn eins og þú ert að benda á, ég meina, þessi ríki eru fylgja leikreglunum og reglum réttaríkisins, það þarf að rannsaka, þannig að þegar síðan niðurstöður koma löngu seinna, að það hefur tilhneigingu til þess að gera það verkum að við séum aðeins eftir á í viðbröðum og þess vegna mikilvægt að teikna þetta mynstur og horfa á það sem gerist, gefa sér ekki að þetta sé einstaka tilfelli, gefa sér ekki að þetta sé tilviljun, því að jafnvel þótt það getur verið eitthvað inn á milli, að þá harla ólíklegt að þetta sé allt eitthvað sem við erum bara óbúslega óheppin að lendi, að það sé verið að kveiki og það sé að kvikni og það sé verið að sprengja og það sé verið að, kaplarnir það er alltaf verið að rekast í ykkur kapla og það það er ekki hvað verksmiðja sem heldur líklega að það sé verksmiðja sem eitthvað hefur að gera með stuðningu Úkraínu og svo framvegis. Að við svona séum svolítið krítíski báðaráttir á þessu tilfelli. Já, og síðan þetta það sem að er alltaf undir í þessu. Hvenær eitthvað orðið nógu dramatískt og nógu stórtakt til þess að það teljist bara atburður í stríði, ekki fjölþótta ógn, heldur fjölþótta hernaður og getur verið að það sé bara tímaspursmál. Hvenær einhvern aðildarríkja NATO tekur það upp innan bandalagsins að einhverjir atburður af þessu tægi varði við greinar sáttmála NATO meðal annars 5. grein því að þegar að þetta verður algengara en kannski umfangsmeira að þegar vera að skoða mörkin að þá getur þetta líka fara að reyna á innri samstöðuna eins og Íransstríðið hefur reyna gert þó að það sé óskyldur hlutur að þá sér maður hvernig ekki bara einhverju viðburður heldur ágreiningur hvernig að bregðast við getur sett spennu í samskipti og ég vil eitra þau. Nei, og ég hugsa líka stundu vegna þess að auðvitað erum við með einstaklingar sem að ganga mjög langt. Ég meina Garri Kasparov, skákmeistari mikill, ég meina hann hefur sagt mjög lengi, það stríð, þig með kalla það sem viljið, það stríð. Ég ekki að gera það orða mínum, ég bara að segja það sem hann að segja og ég hugsa stundum, eftir 5 ár, hvernig munum við þá skilgreina það sem að gerast núna? Því að oft það ekki fyrir en seinna í sögunni sem að menn skilgreina ákveðna hluti sem gerðust áður og það síðan sú skilgreining sem að lifir í sögunni, og svo og eftir það þá tölum við já, þetta byrjaði allt þarna þessa dagsningu, en þegar sú dagsning átt sér stað og þetta tilfelli átt sér stað, þá það ekki endilega þannig að það hefur verið skilgreint sem slíkt þá, en það það seinna. Og stundum hugsa ég, hvernig munum við skilgreina þetta tímabil, þessa atburði, þau viðbrögð, hvernig munum við skilgreina þau og horfa á þau seinna meir, og þá ég ekki að tala um eftir 50 ár, heldur kannski bara eftir 2 ár eða 4 ár. Nákvæmlega, og ég held að þetta sé kannski ágætu tímabúti fyrir smá kaflaskil þar sem við beinum sjónum yfir á Kyrrahafssvæði sem við gerum eiginlega bara mjög sjaldan
en það í raun náskylt efni sem við höfum talað oft áður. Það að segja við höfum verið að ræða þessa spennu eða áhyggjur sem hafa verið Evrópumegin innan NATO gagnvart skuldbindingu Bandaríkjanna og framgöngu eftir að Trump var forseti. Það var reynt mjög á í raun þau samskipti og samstöðu eftir Íran stríðið eins og maður sér bara á umræðum og yfirlýsingu gagnvart Spáni en líka gagnvart öðrum evrópsku NATO-ríkjum sem voru hikandi eða bara leyfðu alls ekki eins og Ítalir, aðgang af flugvöllum í tilteknu skyni en við sjáum þetta birtast á aðeins annan hátt á Kyrrahafssvæðinu þar sem að það ekki tilneitt Kyrrahafs NATO en Bandaríkjamenn hafa varnarsamning við Filippseyjar og hafa í raun svona beisi fyrir því að það ákveðin svona, ég segi ekki auka aðild að NATO en það svona 4 Kyrrahafsríki sem eru tengd mjög sterkum böndum inn í NATO og sem sagt Filippseyjar og Suður-Kórea og Japan og fleiri hafa verið í miklu bandalagin spurja núna dálítið eins og ýmsir annars staðar í heiminum byttu hverjar eru svona varnarskuldbindingar Bandaríkjanna því að við munum það að uppleggið bæði reyndar hjá Obama en sérstaklega hjá Trump hefur verið einhvern veginn að beina sjónum meira að Kyrrahafinu, meira af þeirri svona ógn eða samkeppni sem stafa frá Kína og þar með draga úr annar stað meðal annars í Evrópu en núna með tilkomi Íransstríðsins þá verið að færa mannskap og vistir líka af Asíusvæðinu og það var dregið fram meðal annars í svona fréttaskýringu í New York Times helgina að það kom til ákveðna átaka milli kínverskra hermanna og filippseyskra í tengslum við tiltekið rif eða sker eða eyju sem hefur verið svolítið umdeild og viðbröðun eða svona skortur á viðbröðunum hafi vakið einhverjar spurningar og þetta sett í samhengi núna við það að Kolby sem aðstoðar hermálaráðherra Bandaríkjanna hélt ræðu í Manila, hann á einhvers konar fyrirlestraferð og ég svona af ákveðnu nördaskap ákvað að renni gegnum ræðuna og það var svolítið sláandi nokkri þættir. Í fyrsta lagi hvað málflutningur gagnvart þessum bandalagsríkjum eða bandamönnum Bandaríkjanna var líkur þeim sem að í raun heyrist frá Kolby þegar hann að tala við ríki Evrópu vegna þess að ég bjóst við að það yrði annar tónn þegar að af því að þetta svæði sem að hann notar sem rök fyrir því að það sé verið að draga úr allra handa einhvern veginn skuldbindingum gagnvart Evrópu að því að þetta allt svo ekki satt og það var sem að bara verið að kalla á að þau myndi verja meiri til varnamála og það var verið að kalla í raun eftir skilyrðislausum stuðningi við aðgerði Bandaríkjanna eða hvaða nafni sem að það nefndust. Það var ekkert mikið á milli línana, það var bara það eru bara breyttir tímar og núna tölum við að raunsæi og ekkert ókeypis í þessum heimi og svo framvegis þannig að það var eitt punktur. Annar punktur var hvað hann ákvað að láta í raun 1-2 kafla ræðunar snúast hvað hugmyndin samstarf milli stórra ríkja væri vond og væri beinlínis ógn við Bandaríkin og þetta sló mig líka því að við höfum auðvitað mikið rætt ræðu Mark Carney og einhvern veginn hvernig öll ríkir að reyna að fóta sig í nýrri heimsmynd og meðal annars tala samstarf svona lítilla og millistóra ríkja og samstöðu þeirra á milli til þess að svona bregðast við svona ákveðnu stórvelda kapplaupi þannig að sko og ofan í þetta koma svona 2 bara mjög konkrétt dæmi annars vegar það sem ég nefndi var þetta svona stimpingar milli kínverskra og filippseyskra hermanna
og svo heimsókn Pútíns til eyju sem að Rússar í raun tóku eða leystu til sín eftir síðari heimsstyrjöld, en Japan hefur aldrei viðurkennt, og í raun brugðust Japanir býstna harkalega við, auðvitað diplomatist, bara með orðum, en þá maður las textan og viðbröðum við því, að þá hugsaði maður sko hvaða væri raun stutt í einhvern veginn að spennan myndi magnast þarna á þessu svæði. Já, ég nefnilega las þessi yfirlýsingu frá forsætisráðherra Japan og Japanir nú ekki þekktir fyrir annað en að, þú veist, taka varlega til orða, og þessi yfirlýsing frá henni var bara, fannst mér, mjög skýr og skorinorð, og aftur þá finnst mér þetta að vera enn eitt dæmið að það er ekki eitthvað eitt eða tvennt, eða þrennt. Heldur finnst mér mikilvægt að allavega svona þau sem vilja leggja sér fram að skilja einhvern veginn samhengi hlutana og hvað þýðir þetta fyrir okkur og hvert erum við að fara og svona, að það sé horft á þetta sko saman. Þú veist, þetta bætist inn í þá mynd að það er verið að með mjög markvissum hætti og talsverðum árangri því miður að grafa undan viðurkenndum, formföstum, skrifuðum grundvallarreglum samskipti ríkja og svona hvernig sú mynd á að líta út. Þú veist, eins sköllóðum kann að vera með einhverjum undantekningum og mistökum og brotum og svona, en að þetta sé samt einhver grunnur sem við byggjum á og nánast hvert sem þú lítur að þá eru dæmi hið gagnstæða. Langt umfram það sem að, þú veist, svona í gegnum gangandi hefur verið frá því að þetta svona, þessu uppbygging og þetta kerfi, þú veist, var búið til. Og aftur, við höfum aldrei sagt að kerfi sé fullkomið eða engum megi breyta, en þetta er ekki umræða það. Það er bara verið að grafa undan því og það hefur afleiðingar, það hefur áhrif og það hefur líka afleiðingar og áhrif á okkur. Bæði eins og við höfum nefnt, þú veist, konkrétt bara þegar að þú ferð út í búð og allt er dýrara út af því að eitthvað er að gerast eitthvað langt í burtu, en líka svona umræðum það hvar við staðsetjum okkur, hvernig við verjum okkur, hvað meinum við með vörnum, hvað eru, þú veist, skilgreiningin á fullveldi á 21. öld mun í meira og meira mæli snúast að geta staðist þrýsting. Við erum ekki að tala um skriðdreka og vopn, heldur í breiðara samhengi varnir og að ríki séu raunverulega frjáls að fullvalda, að þjóðin sé sjálfstæð, að sjálfsákvörðunarrétturinn sé hennar, að við séum með einhverja leikreglur sem við getum gengið út frá og haldið þannig áfram að, þú veist, sækja fram, sem að við til dæmis gerum með því að flytja út vörur. Þannig að þessi svona mynd er umhugsunarefni fyrir okkur, og eins og þú nefndir, ég menna inn í NATO eru reglulega fundir með þessum bandamönnum. Þú veist, Japanir mæta á ákveðna fundi í sérstakt sesjón af því að við vinnum þétt með þeim, alveg eins og bæði Japan og Nýja-Sjáland, Suður-Kórea, þú veist, eru bæði virkir svona þáttakendur en líka hafa stutt við Úkraínu. Hvers vegna? Já, ekki af því þau eru svo nálagt, heldur af því að það er þessi skilningur á að það eru grundvallarreglur sem þarf að fylgja og þau þarf að halda, og það hefur líka afleiðingar fyrir þau, gagnvart hættum í kringum þau, ef að það er látið óreitt eða menn komist upp með þess að það er að gera eitthvað stað langt í burtu frá þeim. Það hefur verið línan frá upphafi, sko. Og þess vegna er það áhyggjuefni hvernig núverandi stjórnvöld í Bandaríkjunum eru að athafna sig og ákvarðanir og orðalag og svo framvegis, og það sem að hann Elbits Colby sem þú nefnir, hann er, þú veist, þessi skrif í rauninni, menn hann hefur gefið út bók sem að er áhugaverð og lokaorðin þar eru bara frekar áhugaverð. Og þessi sýn hans
á alþjóðakerfið og smá ríki sem að náttúrulega, mjög stór ríki kalla sig líka smá ríki, að þau hafi raunverulegt vægi og svona. Það er bara önnur sýn, sko, hjá honum og öðrum, fleirum. Og þarna erum við bara fyrir áhorfendur eða hlustendur að tala Kúril-eyjarnar. Þetta eru 4 eyjar sem eru í raun á milli Kamchatka skagans og Hokkaido sem er raun vestasti hluti Japan og voru hermdar í lok síðari heimsstyrjaldar. Viltu summera upp loka orð Kolbi í þessari bók sem að svona... Ég tók ekki með mig marga bækur til London, en þetta var samt ein þeirra. Ég er nú ekki með hana hérna hjá mér, en það er í rauninni bara þessi nálgun á bæði hans sýn á hlutverk Bandaríkjanna gagnvart þessu svæði sem við erum búin að fjalla hér, og þess vegna því leytinu til er dálítið merkilegt hvernig orðræðan er frá Bandaríkjunum gagnvart því svæði, vegna þess að það er notuð sem skýring á því af hverju þessi mikla breyting í áherslum er að verða hjá Bandaríkjunum gagnvart Evrópu. Það er vegna mikilvægis þessa svæðis, þannig að því leytinu til kemur óvart hvernig er talað þau og til þeirra, og síðan þetta að þessi sýn á að bara þennan multilateralisma í rauninni, að smá ríki, að við séum saman í þessu, sitjum saman við borð, séum saman að taka ákvarðanir vegna þess að endanum sé að stærri ríki sem ráða. Og kannski bara þannig eða að vera. En talandum óvænt orð sem hafa fallið bara síðasta sólarhringinn og tengja sannarlega þessu svæði og þá er að vísa til orða Donald Trump sem að var í raun að syrgja það hann hafi ekki áttað sig á því nógu snemma að í gang væri að fara mjög stór heræfing Bandaríkjamanna og Suður Kóreu sem að hafi ekki bara verið sko bandamenn Bandaríkjanna lengi. Ég meina Kóreustríðið var auðvitað eitt af stærstu atburðum kaldastríðsins og stuðningur Bandaríkjanna við Suður Kóreu bara lykill bara tilvist þess, eins og kannski stuðningur kommunistaríkja við Norður Kóreu og fólk þekkir alveg að víglína þar er frosin eins og hagkerfi norðanmegin, en Suður Kórea er raun ótrúlega áhugavert dæmi land sem hefur risið til velmöguna með fjárfestingum í hátækni, hefur verið hluti af alþjóðlegu svona viðskiptafrelsi og núna á síðustu misserum lykil samstæðsali Bandaríkjanna og annarra varðandi til dæmis alls konar hátæknilausnir sem nýtast meðal annars í hernaði og hergagnaframleiðslu, örflögur og svo framvegis, en forseti Bandaríkjanna sett á Truth Social yfirlýsingum það að vegna náinnar vináttu sinnar við leiðtoga Norður Kóreu að þá væri hann hálf miður sín yfir því að þessar heræfingar væri að fara fram og væri búin að biðja Peter Hegseth hermálaráðherra að minnka þær, takmarka þær. Og hann gerir reyndar sérstakt mál úr tvennu, annars vegar að Bandaríkin væri að borga heræfinguna og hins vegar að honum hefur fundist dræmar undirtektir á Suður Kóreu þegar það hefur verið fært í orð hvort að Suður Kórea væri tilbúin að aðstoða varðandi Íran. Og þó að skilaboðin tengist heræfingum með Suður Kóreu og þessu kyrraðarsvæði þá eru þau í raun úr takti við þessu svona strategísku áherslu á þessa tilteknu bandamenn Bandaríkjanna. Svo segja þau líka almenna sögu varðandi Íranmálið, hvað það er orðið stórt einhvern veginn og svona steinn í skónum í samskiptum bara víða. En svo þetta ástfóstur við Kim Jong eru þetta alveg kapitúlu út af fyrir sig. Já, af því að það kom það kom á True Social, hann setti mynd af sér og Kim Jong-un og er að lýsa því hvað þeir eru miklu félagar og vinir.
hefur auðvitað oft áður sagt það, en svo kemur þessi yfirlýsing þessa heræfingu og aftur ég segi bara, þú veist, ég vona að fólk staldra eins við og lesi þetta bara, setji í samhengi og hugsi, hvar eru við raunverulega stödd? Þegar að þetta er yfirlýst. Þú veist, þetta er yfirlýsing, þetta er stefna, þetta eru orð og því er fylgt eftir. Vegna náinnar vináttu við Kim Jong-un og Norður Kóreu. Eins og þú ert að fara yfir sögu Suður Kóreu, ég meina, það er nú ekki hægt að taka út fyrir sviga sko hvaða áhrif það hefur haft, þessi viðamikla viðvera Bandaríkjamanna þar, fælingin sem í því felst, svigrúmi sem þau hafa haft til þess að byggja upp velmegunar samfélag og atvinnuvegi og útflutning og nýsköpun og þéttar aðeinar með sínum bandamönnum í skjóli þess að það er fælingamátturinn er slíkur að það dettur engum í hug að ráðast á. Þannig að þú veist, þetta er nú alveg hlýtur að vera ákveðin biti að kyngja fyrir Suður Kóreu að fá þessi skilaboð og meldingar frá forseta Bandaríkjanna. Og ef að, þú veist, við höfum, og aftur, ég reyna að vanda mig og sérstaklega þegar maður er komin í nýja stöðu og það er alveg vandasamt. En þegar við tökum allt til og horfum bara á hlutina eins og þeir eru og ég bara skora fólk að fara inn á Truth Social og skrolla bara í gegnum efnið sem að það er birt. Og ég veit að margir segja, og það er, þú veist, að þarna er verið að trolla, þarna er verið að spila með mannskapinn. En hvað svo? Hvað gerist svo? Hvað hefur verið að marka sem þarna kemur fram? Þannig að þetta er ekki tímabundið ástand þar sem hlutirnir falla aftur á sinn stað og allt verður eins og það var. Það er bara ekki svoleiðis. Það er ekki þannig að þetta sé bara núverandi forseti Bandaríkjanna og svo verður hlutirnir aftur eins og þeir voru. Þetta er birtingamynd af breytingum sem eru yfir lengri tíma, dýpri og alvarlegri en það. Og þetta eru ekki góða fréttir fyrir Suður Kóreu. Eða frelsið. Nákvæmlega og hérna að smá freistandi að segja yfir á léttunóturnar og tölum Evrópuumræðina. En ég vil ekki draga og vægi orðaðina sko því að hérna ég er bara alveg sammála og við eigum að vera að hugsa yfir þessu en kannski tengingin sem við vorum að leita að skrif The Economist þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á Íslandi og þessi fjölmiðl sem að skrifa nú kannski fjölmiðla mest og að sömuleyti best öryggis- og varnarmál að mínu mati eru með gríðarlega þekkingu greinlega og vita flest á undan jável þeim sem fylgjast mjög vel með að þá setti The Economist hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna á Íslandi í alþjóðapólitískt samhengi eins og reyndar Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafði gert í hlaðvarpinu The Rest is Politics eins og við höfum rakið en það heyrðu þetta til nokkura tíðinda að hérna okkar besti maður Bogi Ágússon var í viðtali við The Economist og tók bara undir mikilvægi þess einhvern veginn að hugsa þessi næstu skref fyrir Ísland í alþjóðlegu ljósi og í ljósi breyttrar stöðu í heiminum og bætti því rauna við sem ég hafði ekki heyrt frá honum áður þó hann hafi manna mest verið að lyfta umræðum alþjóðamál að það væru býsna margir landar hans í ákveðinni afneitun varðandi breytingarnir í heimsmálunum og breytta stöðu í öryggis- og varnarmálum og
þar leið manni þetta eins og Bogi var bara orðin 3. maður í flekaskilum. Því að við Hann höfum væri náttúrulega þetta verið að dúndur hafa... viðbót í hennar þátt, sko. Já. Því að við höfum nú verið að lýsa svona bara ákveðnum, segi ekki áhyggjum, en svona bara upplifun af því að það er bara svolítið stórt skref fyrir mannshugan og heilan eins og hann virkar að taka inn breyta heimsmynd eða breyta heimsmynd sinni. Já, nei, ég meina ég bara getur þetta tekið undir orð Boga og hef svo sem notað svona svipor sjálf og mér finnst þetta að vera hluti af umræðinni sem að við þurfum að hugsa og ég þetta þeirra skoðunar að þú veist, það þurfum við að ræða þessa valkosti meira í samhengi við alþjóðamálin og hef verið alveg meðvituð að það er ekki ráðandi faktor einhvern veginn í umræðinni en kannski mig grunar að það muni samt á hvorn veginn sem hvernig sem fólk kýs því að það er hægt að færa rök fyrir já og nei út frá breyttri stöðu alþjóðamála. Mig grunar að það muni jafnvel hafa meiri áhrif heldur en við kannski myndum halda svona einhvern veginn sem stöðupunkt núna eða fyrirfram og mín upplifun og það getur vel verið að hún sé bara kolröng, mín upplifun að almenningur á Íslandi sé jafnvel komin lengra í að melta, meta og svona viðurkenna breytta stöðu til dæmis fyrst og síðast varðandi okkar helsta nánasta bandamann í mjög langan tíma heldur en kannski speglast í svona pólitíkinni heima. Þú veist, þetta er svona einhver magatilfinning, það getur alveg verið að hún sé ekki rétt en ég svona ég hef einhverja tilfinningu fyrir því og ég held að við finnum það við þetta fáum skilaboð frá þú veist, ólíku fólki það er alveg ekki sent á okkur saman heldur í sitt hverju lagi, þannig að ég veit ekki hvers konar skilaboð eða frá hverjum þú fær, en það eru ansi margir sem senda manna fyrrabragði og þetta þú veist, alltaf einhver staðar þar og mér finnst það, þú veist, það kemur ekki til að góðu en mér finnst það gott að finna það, þú veist og mér þykir vænt það að fólk, þú veist, það fullt af fólki að núti, það eru alls konar fólk með alls konar skoðanir á bæði mér og þér fyrr og síðar og þessum þáttum og það er bara hluta því að stíga fram og tala einhver mál, sko, en mér þykir ótrúlega vænt þessi skilaboð og að þetta sé eitthvað sem skiptir máli, að þetta, þú veist, að fólk hlusti og sé hugsi og fara að lesa meira, lesi, þú veist, meðtæki upplýsingar aðeins öðruvís en það kannski gerði áður, setja hluti í samhengi sem að það kannski var ekkit sérstaklega mikið að hugsa og mér finnst það bara ágætis dagsverk, sko. Já. Ég verð bara að segja það. Þannig ég held einhvern veginn að það sé alveg stór hópur heima sem hugsar meira þetta heldur en sjá má af einhverjum háværum athugasemdum á Facebook, sko, þar sem að einhvern veginn almennt vera svona of mikið vera að tala í voljúm 11, sko, en ekki bara í 5, þú veist. Mér finnst sko bæði áberandi að fólk sem hefur áhuga á alþjóðamálum og hefur jafnvel haft hann lengi er svona mikið að hafa samband bæði til að gauka að manni umfjöllunarefnum eða bara lýsa ánægjum eða við sem að ræða alþjóðamálin, en síðan líka fólk sem að einhvern veginn hefur af ýmsum ástæðum svona fundi fyrir þörf til þess að setja sig betur inn í hlutina en veit ekki alveg hvað það á að byrja og þá svona eitthvað ferðalag með okkur af því að ég er alveg opinn með það, þú veist, maður er sjálfur bara að læra og lesa og einhvern veginn setja sig inn í bara frá viku til viku, vitandi það að við erum með þátt í næstu viku og mér langar að nefna sko að því við erum að tala með þetta í Evrópu umræðu samhengi að við eiginlega svona völdum
tvær greinar, eina sem svona hallast að já eða já megin og aðra sem nei megin sem eru báða málumlegar og eru að fjalla svona alþjóðamálin. Þetta annars vegar grein Arnór Sighvatssonar fyrrverandi seðlabankastjóra og hins vegar Geirs H. Haarde fyrrverandi forsætisráðherra. Arnór skrifa grein sem heitir Þess vegna já. Hún ekki stutt, manni líður samt alls ekki eins og hún sé löng þegar maður að lesa hana, af því að þetta bara greinilega mjög svona, ég myndi segja ein svona besta greinin sem mér hefur fundist koma fram og svolítið úr óvæntri átt. Arnór þekki ekki fyrirverandi sem bara fagmaður úr Seðlabankanum sem vann þar langa og farsæla starfsæfi, en það sem sló mig að þegar hann fer inn í að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna þá segir hann sko að sem eiginlega bankamaður að mörgum sé tamt að ræða þetta fyrst og fremst út frá krónum og aurum. Ég til dæmis ekkert saklaus af því læknirinn að vera að skrifa mjög mikið lægri vexti og lægri verðbólgu eitthvað svona, en hann segir sko við verðum að átta okkur á því að ef við erum að tala einhverja hagsæld þá byggir það einhverjum alþjóðaviðskiptum og það byggir aftur á friði. Og samvinna þjóða og Evrópusamstarfið friðarsamstarf og það byggt á gildum. Og það eru gildi eins og mannréttindi, leikreglur, alþjóðalög og alls konar hlutir sem verða að vera til staðar til þess að heilbrigð viðskipti bara milli einstaklinga og fyrirtækja séu líka til staðar og það hefur reynst okkar heimsluta og bara heiminum í heild sinni mjög farsælt og ég meina setningar gildi og slíkt kom alveg fyrir í greinum Evrópumál, en hann þó seðlabankamaður hann gefur þessu svolítið rúm og bara næri einhvern veginn að taka utan þetta, þannig að mér fannst þetta bara sterkt og traust og vel gert. Svo fer hann og sýnir bara að hann hefur heilmikla innsýn í margt af því sem við erum búin að vera að ræða og meira til alveg örugglega. Hann ræður Mark Carney, hann ræðir rof í skipan heimsmála og einhvern veginn hvernig við þurfum að skilja að okkar öryggishagsmunir eru nátengdir því að lítil og meðalstór lönd geta einhvern veginn lifað af og kremjast ekki undan þrýstingi stórvelda. Og það rekur hans yfir í sko efnahagslega hagsmuni og hvernig það í raun öryggið hvað það varðar. Hann að vísa í hrunið, lærdómana hruninu, hann að rekja sögu umbóta í Evrópu sem eiginlega ekkert rætt sko, eins og bankabandalag og aukið eftirlit með fjármálastofnunum og betra eftirlit og tekur síðan undir að vexti myndi lækka verulega og rekur í 4 liðu hvers vegna. En síðan sko finnst mér líka bara stóti áhugavert að hann kemur svona svolítið þvert inn í umræðina regluverk. Því að hann segir að það svona standard í umræðinu hér að tala Evrópusambandi sem fyrirbæri sem alltaf búið til nýja reglur og það ýmislegt til í því, en hann segir að það sé leið stærsta einföldunarverkefni heimsögunar að einfalda samræma regluverkum viðskipti og frjálsa flutninga fjármagnsfólks og svo framvegis hjá 27 þjóðum. Þannig að svona mér fannst þetta svona, ég veit ekki hvort það hefur lesið þessa grein. Ég allavega ef einhver vill svona kynna sér svona mjög ígrundaða heilstæða afstöðu einhver sem kemur úr já-áttinni, að þá myndi ég mæla með að slá inn Þess vegna já og lesa grein Arnór Sighvatssonar fyrrverandi aðstoðar seðlabankastjóra. Já, mér fannst sko þessi hvernig hann tvinnar gildin í það sem hann að skrifa. Það kemur kannski ekki óvart, ég kann að meta það og það bara aðeins öðruvísi þegar að seðlabankamaður, hagfræðingur gerir það heldur en þegar að
mannski eins og ég, þó lögfræðingur sé, en kannski fyrst og fremst fram til þessa sko stjórnmálamaður, gera það. Þú veist, það er öðruvísi og þegar það er sett í samhengi það sem hann er að tala sem er ekki það sama, þú veist, skilur það, mér fannst það gott og ég tel það mjög mikilvægt að hvar sem við erum, í hvaða hlutverkum sem við erum, að við áttum okkur á því á hvaða grunni við stöndum, þú veist, og ég stundum sagt þetta þegar maður er að tala við sko bæði erlendis og jafnvel með Íslendingum erlendis og svona að sko það er ekki þannig að þú veist þau sem stunda, þú veist, í viðskiptum geti bara sagt, já þú ert í pólitík, þú tala bara gildin, ég í viðskiptum sko. Vegna þess að, þú veist, við verðum alltaf að skilja á hvað grunni stöndum við, hvað fylgir þessum gildum. Þú veist, hvert samspil þess að búa í lýðræðisríki og geta stundað heilbrigða viðskiptahætti. Þú veist, að hvaða marki er það nátengt að vera með sjálfstæða dómstóla, að geta leita rétta síns, að geta, þú veist, gengið úr skuggum það brotaður að þú getur gert eitthvað í því, að samningar skuli standa, að það ríki friður, þú veist, það er nú þetta með blessaðan friðin, sko, þegar hann er ekki, hvar erum við þá? Þannig að við erum bara komin á þá tíma að það er ekki hægt að segja þú ert á þessum báti, tala þú gildin, ég á öðrum báti, sko, við erum bara alltaf sama báti og það er verið að kroppa í og vega og reyna að brjóta undan þessum grunni sem að við stöndum öll á og mörguleiti hafa því fyllt sko gæði, þú veist, verðmæti sem ekki er hægt að setja neitt verðmiða á, sem er að vera raunverulega frjáls. Við höfum tekið því kannski á miklu leiti sem sjálfsögum hlut og það er bara ekki sjálfsögum hlutur. Og þú veist, seðlabankafólk þarf líka að hafa þann skilning. Þú veist, businessfólk þarf líka að hafa þann skilning. Það er alveg sama í hvað hlutverkum við erum, við verðum alltaf að hafa þennan sameiginlega skilning að þessi sameiginlega grundvöllur, sameiginlega veruleiki einhvern veginn og reglur, þú veist, þurfa að halda. Annars er bara allt svolítið mikið breytt. Þannig að ég kunni sérstaklega að meta það. Já, ef kannski ósangjant gagnvart Geir að taka hans grein fyrir að því að grein Arnórs er lengri og fjallar fleiri þætti en mér fannst grein Geirs enga síður athyglisverð og málefnaleg þó hann komist að annarri niðurstöðu en ég hef komist að. Hann er kannski svolítið svipað og hann hefur verið í umræðunum alþjóðamálin svolítið að færa rök fyrir því að það geti verið áhætta að rugga bátnum. Þú veist, ég hef sagt seint og snemma, það er engin áhætta af því að fara í aðildarviðræður. Þjóðin hefur alltaf síðasta orðið þegar samningur kemur og verður farið í aðra þjóðaratkvæðagreiðslu. Við þurfum einfaldlega að láta reyna á ýmsa hluti. Hann færir þvert á móti eða segir að hann óttist það að annars vegar að athyglin á aðildarumsókn Íslands geti einhvern veginn yfirskyggt aðra þætti varðandi bara rekstur EES-samningsins sem slíks en að sameiginlega rekstur Íslands, Noregs og Liechtenstein og að það sé svona geti verið sameiginlegt áhyggjumál þessara þriggja ríkja og hefur óbeint Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs fyrir því. Í öðru lagi segir hann að þetta geti tekið kraft og tíma frá því að reka hagsmuni okkar gagnvart EES-samningnum og framhaldi hans á þeim tíma sem aðildarviðræður standi og svo ef þetta steytir á skeri einhvern tíman í ferlunu eða með nei í restina að þá geti það einhvern veginn látið súrna í Evrópusambandinu gagnvart EES. Já, mér finnst það áhugavert bara sjónarhorn þó að ég geti alveg tiltekið að ég meina bæði skiptin sem að Noregur samdi og hafnaði aðildarsamningum að ég meina Noregur hefur ræktað sitt sambandi við Evrópu mjög mikið, ég vil umfram okkur og Evrópusambandi við Noreg alveg sannarlega og saman má segja Sviss og mjög marga sem að hafa samið og samið ekki við
við ESB en mér finnst freistandi aðeins að velta fyrir sér sko hvort að þessi grein væri skrifuð ef að sko Geir hefði ekki einhverja svona undirliggjandi áhyggjur af bara framtíð EES-samningsins. Þú veist, ef það þarf svo lítið að Ísland láta aðildarviðræður reyna, þá bara einhvern veginn geti EES-samningurinn heyrt sögunni til, þú veist, ég meina byggir ekki meira að minna allur málflutningur allavega flestra sem á neiliðinni á því að EES-samningurinn sé svo frábær að við þurfum ekki að skoða neitt annað. En þú veist, eða þarna einhver undirliggjandi ótti varðandi einhvern veginn það að hann sé góður fyrir okkur en kannski ekki fyrir Evrópusambandi. Ég kannski ósakjöld spurninga því að Geir ekki þetta. Já, nei, ég meina þetta er góð spurning sem að ég hef ekki svarið við og ef að við værum sem við rættum nú einhverjum tímapunkti hvort að það væri gagn og gaman að fá svona reglulega gesti í þáttinn að þá væri Geir Haarde, ef hann væri til í að koma einhvern tímann í þátt, þá væri hann mjög góður gestur til þess að fjallum alls konar hluti, þú veist, í þessu samhengi með sína þekkingu og reynslu. En ég held að ég veit ekki svarið, þú veist, gagnvart honum, en ef við setjum það í samhengi við viðtal við Ine sem er formaður Høyre, sem er systurflokkur Sjálfstæðisflokksins í Noregi og fyrirverandi utanríkisráðherra Noregs, að þá hefur hún áhyggjur af EES-samningnum sko eiginlega svolítið svo í sletti either way, hvort heldur sem er. Þannig að annars vegar út frá því ef að við segjum já og förum í aðildarviðræður og jafnvel göngum í Evrópusambandið, þá er þetta Noregur og Liechtenstein eru þetta svo nátengt Sviss að það er eðlismunur þar á, það er ekki stigsmunur eiginlega. En hins vegar bara, hún er náttúrulega að setja í þetta geopólitíska samhengi, að eins og við höfum verið að fjalla sko, þú veist, í hvaða átt munu bara hlutirnir þróast og hagsmunagæsla Evrópusambandsins sem Evrópusambands, sem bandalags þeirra ríkja og tollabandalags og svo framvegis, þessar varnaráðstafana og svona sem að, þú veist, ég í eðli mínu er algjörlega á móti og bara er ekki hlynnt tollum sem meginreglu, sko. Þannig að það getur vel verið, ég veit ekki nákvæmlega hvaðan Geir er að koma en ég tek undir með þetta er auðvitað stutt og hnitmiðug grein. Hún er málefnileg sem ekki kemur óvart frá okkar manni Geir H. Haarde. En mér finnst líka sko, ég væri mjög til í ef að fleiri úr báðum áttum og á einhver staðar hvar sem fólk er statt gagnvart þessu máli að það væri fleiri að tala með svona af þessari yfirvegun, þú veist, í voljúm 5 en ekki 11 vegna þess að það er auðvitað rétt. Það er ekki þannig að það sé engin áhætta af því að segja nei, að það sé engin áhætta að segja já, að það þýði ekki eitthvað að, þú veist, fara í viðræður, að fara í það verkefni, að setja allan megin fókus, þú veist, stjórnsýslunar í það að þú veist, samskipti út frá hagsmunagæslu í EES, ég meina það gerði það síðast og það mun gera það núna, það er öðru vísi heldur þegar þú ert eingöngu að horfa á framkvæmd EES-samningsins heldur þegar þú ert í aðildarviðræðum og svo framvegis og hvor tveggja fer í, þú veist, báðar áttir. Við þess vegna, ég meina við byrjum nú þetta hlaðvarp á að fjalla um landsfundaræðu mína þegar ég hætti í forystu Sjálfstæðisflokksins. Þú veist, tími alvörunar er bara núna, það er ekki þannig að við stöndum bara frammi fyrir einhverjum notalegum, einhvern veginn ákvörðunum það sem að, þú veist, og ég er ekki að segja að við höfum oft staðið frammi fyrir erfiðum ákvörðunum, það hefur ýmislegt gengið á og við höfum þurft að eiga við það og þú veist, nýjasta dæmi næst í tíma eru þetta fjármálahrunið sem að var gígantískt áfall og raunveruleg, þú veist, neyðarbjörgun og alls konar mjög erfiðir hlutir, bæði innanlands, pólitískt, efnahagslega, út á við, allt þetta, fyrir kerfið, almenning, fyrirtæki og svo framvegis. En við erum bara einfaldlega á þeim stað núna að það er ekki þannig að ákvarðanir séu auðveldar. Það geta komið tímar þar sem þarf að taka stórar ákvarðanir hratt, sem er ekki gott að þurfa að gera, en það getur verið að það þurfa að gera það og þá þarf að hafa burði og svona grunn
til að standa á, til þess að geta gert það. Þú veist, það sem ákvarðanir eða ákvarðanleysi getur bara verið hættulegt á hvorn veginn sem er. Það er óvissa allsstaðar. Það er enginn sem getur sagt, heyrðu, þú veist, þetta er bara augljóst vegna þess að eftir 3 ár verðum við þarna. Hvort sem það er, þú veist, eftir 3 ár verðum við í Evrópusambandinu og þá eru vextir svona og verðbólga svona og öryggi svona og samstarfi í fjölþáttaógnum með þessum hætti, eða við förum ekki inn vegna þess að eftir 3 ár þá verður Evrópusambandið þarna statt og við viljum ekki vera hluta því. Við viljum ekki togast inn í einhverjar frekari deilur. Við ætlum að, það er ekkit af þessu augljóst og ég er raunverulega þeirrar skoðunar að fólk geti fært yfirveguð, málefnaleg rök út frá báðum hliðum. Mér finnst bara mikilvægast að þessi rök séu á borðinu og það sé hægt raunverulega að ræða þau og að það sé hægt að ræða það af alvöru að hvaða marki það hefur áhrif á okkur með okkar samfélag, staðsett þar sem við erum, með okkar uppbyggingu þegar kemur að vörnum, því að þóttu séum herlaust þá erum við ekki varnarlaus, en það eru breytingar. Og hvað þýðir það? Þú veist, það er lúxusvandamál að hafa valkosti fyrir fram að sig og geta áfram verið að velja. Það er ekkit sjálfgefið að það sé þannig. Við erum þar, sko. Þannig að eins mikið og rættir að þetta sé erfið umræða og hafi neikvæð áhrif á ykkur samtöl og sambönd og eitthvað. Þú veist, ég ætla bara ekki að vorkina okkur að þurfa að ræða þetta og við getum alveg gert það eins og fullorðið fólk og svo komist á einhverju niðurstöðu. Það er bara mikilvægt að hvernig sem fólk vegur og metur mismunandi hluti og hvað vegur þyngst í því að það horfi allavega á svona helstu þætti sem að hafa áhrif á þetta mat. Og ég er bara í vaxandi mæli smeyku það að við þurfum á þéttara, formlegra samstarfi vegna þess að því miður er heimurinn breyttur og mun áfram breytast þannig að það geti haft áhrif og afleiðingar á okkar friðsæla, örugga, fallega land og okkur sem frjálst fólk. Ég ætla að fá að taka undir að stundum þarf að taka erfiða umræðu, stundum þarf að taka stóra ákvarðanir. Ég held í raun og veru, ef við berum þetta saman við það þegar Ísland ákveður að gera Keflavíkursamningin, ganga í NATO og gera síðan varnarsamning við Bandaríkin, að það hafi verið erfiðari ákvarðanir, mun umdeildari og hitin hafi verið ennþá meiri. Miklu meiri raunar. Og þannig að sko ég held að við séum að taka þessa ákvörðun úr miklu sterkari stöðu. Mér finnst áhugavert að velta fyrir sig því sem Geir Haarde er að skrifa, en eins og þú bendir á að Ine Eriksen Søreide sem er núna formaður stærsta stjórnarandstöðu flokksins í Noregi, hægri flokksins, sem er systurflokkur Sjálfstæðisflokksins. Hún er fyrrverandi utanríkisráðherra á kollegi þinn og ég veit að þið unnuð vel saman. Hún er að spá því að EES-samningurinn verði ekki til. Hún er ekki að tala um næsta ára eða þar næsta. Hún er kannski eins og eðlettir í stjórnmálum þegar maður er að ræða stórmál að horfa 10-20 ár fram í tíman og ég er bara sammála henni. Og mér finnst að því að við eigum stundur svo erfitt með að ímynda okkur eitthvað sem er hluta umhverju okkar breytist eitthvað tímann að þá er bara nauðsynlegt að taka þetta inn í myndina og að það geti verið spurning með framtíð EES-samningsins og þetta er ekki að segja bara sem eitthvað svona útspil í 2 vikum fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þarna má bara vísa til hennar yfirlýsingar. Hún geti verið orðin forsætisráðherra í Noregi áður en við vitum af. Númer 2, að þá geti þetta orðin niðurstaða af því að þessi umræða ekki bara að Ísland sé hugsanlegt umsóknaríki, heldur bara þessa alþjóðapólitísku stöðu sem við höfum verið að ræða, leiði til þess að
Noregur hugsi sér til hreyfings og gangi þriðja sinn til aðildarviðræðna. Það nefnilega voru miklar umræður það í norsku atvinnulífi í kjölfar þess að það voru setta tollar á kísiljárn árið að rétta svar við því væri að skoða aðild að Evrópusambandinu. Í þriðja lagi gætu Bretar farið aftur inn. Og okkur að nefna það? Jú, ég að nefna það vegna þess að Bretar voru okkur kannski svona flóknasti viðsemjandinn að mörgu leyti í síðustu samningalótu. Meðal annars vegna fiskveiða. Þannig að það er svo margt sem að gæti gerst. Segjum að viðhorfum innan ESB líka breyttust gagnvart EES og það myndi eitthvað þrengja að sko allt þetta Noregur færi inn, Bretar færi inn eða er einhver breyting í tengslu við EES-samningin myndi raun leiða til þess með við það sem bæði jáhliðin og neihliðin segir mikilvægi EES-samningsins að við værum kannski að neyðast til þess að semja aðild að Evrópusambandinu úr miklu þrengri samningsstöðu. Og miklu þrengri samningsstöðu vegna þess að núna má alveg fara rök fyrir því að ef að við fáum góðan samning þá sé líklega að Noregur komi líka inn og hafi Evrópusambandið áhuga á að fá okkur inn þá hefur það alveg minnst jafn mikið áhuga að fá Noregin og ekki meiri. Ef ekki meiri þannig að sko þetta er kannski hlutur sem hefur verið lítið ræddur hvort að þessi svolítið íslenska afstaða að við höfum það svo gott með EES-samningin og þurfum ekki að pæla í einhverjum breytingum en hvað ef breytingarnar koma að utan? Hvað ef að við stöndum bara frammi fyrir því að þurfa að bregðast við einhverju þróun sem að við erum kannski ekki gerandi að og jável ekki áhuga sem Ég meina, það var það sem gerðist eftir seinni heimsstyrjöld og leiddi til þess að við hættum í raun Ævarandi hlutleysi var ekki ævarandi? Já, ævarandi hlutleysi. Við hættum líka við þá stefnu að herleysa á friðartímum væri meginatriði og við í raun hurfum frá því að finnast skásta hugmyndin vera varnarsamstað Norðurlanda yfir í að vera aðila NATO og ekkert af þessu var óumdeilt, kallað á miklu umræðu en líka ákveðið svona pólitískt hugrekki og raunsæi. Nei, ég held að sko varandi Íne og Høyre og Noreg að það náttúrulega er áhugavert að Høyre hefur í rauninni haft á stefnu mjög lengi að vera þeirra skoðunar að Noregur eigi að vera aðili að Evrópusambandinu. En í Noregi eins og við vitum ertu með þessar blokkir, það er ekki myndað ríkisstjórnir eins og gerist á Íslandi. Þannig að bláa blokkin, þar eru flokkar sem eru mjög á móti, þannig að það er erfitt að mynda ríkisstjórn þetta mál af því að til þess að mynda ríkisstjórn með þeim flokkum að þá er ekki samið það og í raunni sko svipað verkamannaflokksins megin og þar er flokkurinn, þú veist, það er ekki einhug það og eins og þú nefndir Espen, þú veist, utanríkisráðherra Noregs núverandi er mikill talsmaður þess að Ísland gangi í ESB á meðan að aðrir í flokknum og svona, þetta er svona öðruvísi mynd og sama er runni með industry í Noregi, þau hafa verið þeirrar skoðunar svona heilt yfir og almennt með mismiklum þunga þó. Þannig að það er auðvelt alltaf að segja já þau eru bara annars skoðunar þannig að það er ekki hægt að leggja meiri vikt í þessi orð sko, sama með þú veist norskt atvinnulíf sko. Þannig að það er dálítið merkilegt og líka áhugavert út frá sko gjaldmiðli, þú veist þar eru fleiri þeirra skoðunar ef að Noregur myndi ganga í ESB að þá myndu þau samt vilja halda í sinn gjaldmiðl meðan að það er svona ákveðin drifkraftur á Íslandi að langstærsti hluti þeirra sem að vilja ganga inn og meiri segja fólk sem vill ekki ganga inn væri samt alveg til í að geta skipt gjaldmiðl án þess að ganga inn. Þannig að það er líka ólíkt en ég meina þú nefnir, þú veist með EES-samningin að það sé nóg, þú veist, ég hef verið þáttakandi í svona pólitík með einum öðrum hætti í mjög mismunandi hlutverkum, allt frá því að vera bara, þú veist, tvítug í stjórnshús og lista í mínu gamla kjördæmi og allt það þangað til bara fyrir mjög stuttu síðan og ég hef í rauninni alltaf verið þeirra skoðunar
mín lína hefur bara verið við þurfum ekki að gangi í ESB, ég vil að Evrópusambandinu gangi vel, ég vil að við vinnum náð og þétt með þeim, en við erum með EES-samningin, við erum með EFTA, við erum með tvíhliða varnarsamning og við erum með NATO. Þannig að það að þú veist, ég sjálf sé að velta þessu upp og að reyna að kalla fram einhverja umræðu það og oft þú veist, bátt fyrir. Ég er ekki að gera það gamni mínu, menn ég hef sjálf verið þar stödd og ef fólk spyr sem ég stundu spurði, þú veist, hvað breyttist? Já, heimurinn breyttist. Það er bara ekki eitthvað sem ég hef, þú veist, Ísland hefur ekki stjórn á því og ég er ekki að segja að það sé eitthvað eitt augljóst og rakið og engin óvissa og eitthvað, en það kallar á eitthvað endurmat þegar að umhverfið þitt er orðið öðruvísi en það var og ég meta þannig að það sé upp að einhverju marki komið til að vera, það er að segja að við förum ekki tilbaka í einhvern veginn leikkerfið og framkvæmd og traust og svona einhverjar hefðir og venjur og eðli og eitthvað sem enginn mun fara út af, þú veist, eitthvað í náinni framtíð. Það er bara, ég er ekki að segja að það sé, þú veist, ég er ekki að halda það fram að það sé betra en það sem eins og það hefur verið. Ég er bara að segja að áratugir eins og, þú veist, undanfarnir áratugir, næstu áratugir verði ekki eins. Því miður, ég vildi óska að það væri þannig, en það verður ekki þannig og þess vegna finnst mér eðlilegt að við getum rætt það, kosti og galla við hvaða útfærslu, óvissu við hvaða leið og einhvern veginn reynda svona tína allavega það til það sem við getum verið sammálum, en það, mér finnst vera svona minni stemming fyrir því en ég hefði viljað að gera það, þú veist, að reyna að tengja saman það sem við þó erum sammálum og svo geta leiðir alveg, þú veist, leiðir með að skilja, sko. Þú veist, það er bara hver og einn tekur ákvörðun fyrir sig, en ef við getum svona allavega að þjappa svolítið saman hvað er það sem að raunverulega er undir og hvað þýðir það fyrir okkur. En aftur held ég, og aftur getur vel verið að ég hef rátt fyrir mér, ég held að það sé frekar stór hluti Íslendinga sem er alveg að velta þessu svona fyrir sér og það er margt í mörgu og kannski, þú veist, eru þau ekki endilega, kannski þessi hópar ekkit endilega mjög spenntur fyrir því að taka virkan þátt einhvern veginn í umræðinni af því að umræðinni er svolítið mikið í voljúm 11 en ekki voljúm 5, sko. Svo er bara spurning, þú veist, að hvaða niðurstöðu kemst fólk? Hvað er það sem vegur þyngra en annað? Mun það mæta? Ætlar það að kjósa? Og ég segi fyrir mitt leyti, sko, alveg sama hvernig fólk ætlar að kjósa, ég bara vona að fólk mæta á kjörstað, sko. Það er nú bara alveg fjöldinn allar á ríkjum þar sem að fólk er bara til óbóta fyrir það að krefast þess að fá að kjósa, sko. Þannig að mér finnst svona fólk að gera það og hvað því hvernig það kýs. Já, og kannski svona bindum við slaufu með því að tengja í ummæli Boga Ágússonar í The Economist, þar sem hann sagði að væri kannski nýtt fyrir ýmsum, ef ég mann rétt það sem hann sagði, að einhvern veginn tengja Evrópusambandi við öryggi og öryggismál og einhvern veginn að svona samstöðu greinarnar í Evrópusáttmálanum. Já, þú veist, þetta eru þetta, ég meina það eru orð í sáttmálanum sem hafa alltaf staðið en hefur hvorki reynt á né verið einhvern veginn ríkjandi þáttur í, þú veist, Evrópusamband samstarfi og því sem helst sett á dagskrá og svo framvegis. Þannig að það er alveg að ákveðnu leita ekki, það er líka nýtt fyrir Evrópusambandinu sem konsepti og þeim svona því skipuriti að gera það, en þau eru að gera það og mjög mörg þeirra myndu vilja vera að leggja áherslu á okkur annað. En það er líka bara birtingamynd þess sem, þú veist, stundum er bara ekki nóg að gera sitt besta, sko. Þú eru bara að gera það sem er krafist og þú þarft einhvern veginn að, þú veist, ég meina, Evrópusambandið er líka að endurmeta forgangsröðun, áherslur, þú veist, hver er grunnurinn, hver er grundvöllur sem þarf að vera í lagi. Ég meina, hverju skipta, þú veist, stór hluta því sem Evrópusambandið er að vinna að, hverju skiptir það ef að grunninum er kipt undan, þú veist, þessum ríkjum að einhverju marki. Með ófriði. Með ófriði. Af því að þetta er... Eða raunverulegri röskun, þú veist, raunverulegri röskun á aðfangakeðjum eða fungerandi samfélögum eða, þú veist, skilur, bara svona okkar way of life, okkar svona lífsháttum, þú veist, almennt.
Já. Okkur hefur oft verið mikið niðri fyrir, en líka núna. Einhvern tímann þegar við erum orðin gömul, þá verðum við kannski með hlaðvarp sem verður bara te eða osta eða vín. Við getum verið með gott hlaðvarp vín. Við gerum það kannski seinna. Ertu ekki núna komin helst til mikið inn í svona klísju sendiherra heimsins sem að margir segja að snúist bara vín, sko? Einmitt. Er það rétt? Þú veist, hvernig ef að enda á því að fá aðeins innsýn í hvernig er að klæða sendiherra skóm? Er þetta allt gulli prýtt og smjördrýpur á hverju strái? Sko, það náttúrulega svo heitt hérna að ég bara reyna að vera proper og þess vegna tók ég með þennan jakka. Ég vona að sjáist ekki hvað ég sveitt í þessu hlaðvarpi vegna þess að ég að soðna. Já, þannig að ekki smjör sem drýpur á hverju strái. Nei, það bara sviti, sko. En það glamúrinn einhvern veginn. Þú veist, ég að kafna og sama með skóna, ég í opnum sandölum sem eitthvað sem að ég myndi ekki mæta á, það ekki margir viðburðir sem myndi leyfa sér að mæta á opnum sandölum. En eins og ég nefndi hérna síðast, það ágústmánuður, það eru allir í fríi hér, þannig að þetta svona óformlegt ennþá, þannig að ég bara fór í hérna jakka fyrir þetta formlega hlaðvarp sem við hér eru með og ennþá bara í opnum samtölum. Ég hef ekki ennþá fengið, mér hefur ekki verið boðið upp á hvorki kampaðisglasni rauðvín, enn sem komið Í hádeginu labba ég nú bara hérna út í súpumarka rétt hjá og kaupi svona hádegistilboð sem svona mismunandi tegundur af einhverjum sómasamlökum og meðlæti og drykk og þá fer verðið niður í 5,50 þannig að það glamurinn við það. Og svo erum við maður bara lesa ykkur skýrslur og hérna taka kurteis heimsóknir með öðrum sendiherrum, búin að afhenda, ég gerði það bara fyrir helgi. Þannig að það var gaman, þannig að nú er ég formlega orðin sendiherra en þó fyrir að skrifa formlega heitum, ég formlega gagnvart kerfinu og gæti, þú veist, mætti í fjölmiðla viðtal sem sendiherra Íslands gagnvart Bretlandi en afhendi ekki frumrit af trúnaðarbréfi undirrit af forseta lýðveldisins og utanríkisráðherra fyrir einhvern tímann í lok október. Þá þarf ég nú að vera í einhverjum eins og kjól og ég aftur að kaupa hatta til dæmis, ég á ekki mikið af fínum höttum inn í skáp. En Nei, ég meina ég hlakka bara til, þetta auðvitað verður mér einhvern tímann boðið upp á vínglas, ég ætla ekki að halda öðru fram, það er ekki bara kaffi og kollab hérna á þessum viðburðum. En sem komið að þá þetta rólegt af því að nú eru fríin að klárast, krakkarnir eru að koma á morgun með mömmu og þannig að við erum svona að reyna að vera búin að gera klárt gagnvart því. Ég búin að vera kafnurhita síðan að ég kom með litla viftu á náttborðinu sem ég tók lampa niður á náttborðinu og setti viftu og læt hana blása á mig á nóttunni. Og svo bara hlakka ég til þegar að það er auðvitað mikið líf í London, það er auðvitað alltaf mikið líf í London og það er auðvitað mikið líf yfir sumarmánuðina fullt af ferðamönnum og svoleiðis. En ég hlakka til þegar að allt fer í gang inn í svona stofnunum og ráðuneytum og kerfum og hugveitum og þessi föstu fundir með öðrum sendiherrum og maður fyrir svona að komast í harkið, sko. Það er ég hlakka til þess og margt að læra og meðtaka og bara fara að hitta, þú veist, fólk og svona, já, halda uppi hagsmunum Íslands og kynnast þessu ennþá betur. En í þessum hita, þú veist, finnur þú fyrir því að veldur þú fyrir þér einhvern veginn þessari umbreytingu sem auðvitað töluverð að fara einhvern veginn úr pólitík, þar sem þetta bara ábyrgð þinna orða en talar í nafni hóps en líka bara þínu eiginnafni og yfir í þetta sendiherrahlutverk og einhvern veginn hvernig myndur lýsa því? Já, það er náttúrulega ákveðnuleiti kannski hefur ekki alveg reynt á það ennþá og ég held að það sé sko, ég skynja alveg það auðvitað svona ákveðin forvitni einhvern veginn að því maður ekki, þú veist, maður með þennan bakgrunn og ekki alveg hefðbundin sendiherra því leitinu til.
En það auðvitað umbreyting og ég þarf, maður þarf að venjast því og finna nýjan takt. Auðvitað getur maður beitt sér með alls konar hætti hérna, inn í London og gagnvart mismunandi hópum og það auðvitað svo mikil, þetta svo suðupottur hérna, það auðvitað svo mikið að gerast. En líka bara svona, gagnvart Íslandi, ég meina ég skrifaði í Morgunblaðið í 9 ár og ég hætt í og það í rauninu öll mín fullorðinsár hef ég ýmist í sjálfboðaliða starfi og félagsstarfi, tjáð mig eða það hefur verið minn starfsvettvangur sko, alltaf í einu nafni þó að maður hafi verið í, fórust í Sjálfstæðisflokknum sem þýðir að þú talar, með tilliti til þess í ríkisstjórn sem þýðir að þú talar með tilliti til þess og svo framvegis að þá samt svona á maður sig sjálfan og það auðvitað, ég auðvitað tímabundin skipaður embættismaður. Þannig að gagnvart Íslandi það svona taktur sem maður þarf að finna og ég meina við byrjuðum með þetta hlaðvarp og verða komin í 20 þætti og vissum ekkert alveg út í hvað við vorum að fara og ég án þess að fara alveg á trúnó en ég bara bæði ég stolt af þessu framlagi ég algjörlega meðvituð að margt af því sem við erum að segja veit ég ekkert hvernig eldist en þetta svona yfirvegað okkar besta mögulega mat á stöðu á hverjum tíma og það þarf líka alveg að þora að segja það, inn í óvissuna og inn í einhverja, atburði sem ekki liðnir og við vitum ekki hvernig fer og eitthvað og gera það samt. Og ég líka, eins og ég nefndi áðan, mjög þakklátt fyrir, bara viðbröðin sem við höfum fengið. Ég meiri sá okkur furðulegan hátt, ég jafnvel þakklátt fyrir leiðindaviðbröðin sem við höfum fengið. Og hefur bara fundist fínt þegar ég spurði hvernig dottir í huga, að því mér finnst að skipta máli að við erum ekki með sömu gjá og svona skautun einhvern veginn í íslenskur umræðu eins og mörg lönd í kringum okkur eru með. Það ríkir ennþá talsvert samfélagslegt traust á Íslandi, gagnvart hvert öðru, gagnvart stofnunum og svo framvegis. Það ekki sjálfgefið og mér finnst sumir vera að leika sér að eldunum í þeim efnum og ég bara glöð að hafa ákveðið að vera með þér í þessu verkefni og að sýna að það sé hægt að vera ósammála margt í pólitík og koma úr ólíkum áttum, eitthvað hugmyndafræðilega en geta rætt þessi málefni svo fullorðið fólk og að geta sýnt fram á að, hversu samstíga við þó erum komandur úr ólíkum áttum svona grundvallarþætti, á þessum tíma. Og þó ég hef sagst ekki ætla að fara á trúnó, þá ég bara líka þakklátt fyrir það að hafa gert þetta með þér, sko. Ég meina við hittumst reglulega af og til í gegnum árin, þú sem borgarstjóri og ég mismunandi ráðherrar og svona. En það ekki eins og við höfum þekkst. Og mér finnst það bara mikill bónus og mér finnst bara að skipta máli að það séu þingmenn sem að láta sér sem mál varða og eru með, þennan nördaskap eins og þú, að vera grafa einhvern veginn alls konar hlut upp og nöllast í einhverjum skjölum og tala við ólíka aðila til þess að fá einhverja mynd á einhverju sem að skipti máli að stjórnmálamenn láti sér það varða sko og við séum með svona pólitíska sérfræðinga í þessu málaflokki. Það ekki bara hægt að láta það einhvern veginn eftir bara embættismönnum og akademikurum að fjalla þessu mál sko. Ég meina þetta eru pólitísk mál. Það hlutverk lýðræðislega kjörinna fulltrúa að bæði kynna sér það, hafa skoðun á því, byggja upp raunverulega þekkingu og getu og reynslu, en líka miðlægi. Þannig að að mörgu sem að ég gerði sem utanríkisráðherra þá, þetta bara keppir við það. Ef maður horfir til þess svona, ef maður að gera eitthvað gagn og þetta eitthvað framlag, sko. En síðan náttúrulega í þessu hlutverki, þá alveg spurning hvað það þýðir, að minnsta kosti eitthvað svona
tímabundið og það bara eitthvað sem að við ég þarf að finna út úr og en ég veist allavega að skipta máli að flekaskil séu til og verði áfram vettvangur fyrir þessa umræðu sko. Takk og takk fyrir góð orðið mingar. Ég get nú bara sko tekið undir allt og í rauninu við verðum magnað að finna viðbröðin. Það er ekki síst kannski út af því held ég að við komum úr singur áttinni að einhverju leiti og einhvern veginn erum forvitin. Þú veist, þetta hefur verið mikið lærdómsferli fyrir mig en líka gríðarlega gaman að kynnast þér og einhvern veginn fá innsýn í þína reynslu mér sko að því nú orðið þekkið það vel. Þú ert eiginlega svona að segja hlut á þess að segja hann alveg. Þú ert svona, minnst eitthvað svona kortir í að gefa í skyn að hugsanlega þurfir þú eða viljir taka aðeins hlé á meðan þú ert að fóta þig á sendiherraskónum ekki eilíf yfirlýsingum að vera ekki þáttakandi í flekaskilum en hugsanlega verði ég aðeins með þann bolta að finna eitthvað form og ég vil fá oftar gesti og þú komir inn á eitthvað annan hátt. Er ég að lesa í þetta þannig að við séum nú bara alveg opinn, ekki beinni útsendingu en allavega beinni upptöku? Nánast í beinni. Já, ætla sé ekki eitthvað svo leys og það er svona cirka það sem að ég er að segja og þarf að svona bara finna út úr en skil eftir að þú veist, flekaskil eru mikilvæg og ég er ekki farin langt og það er ekki þannig að ég bara hverfi á sóðinu alveg niður í sumarsandalónum þú veist, til eilíðanóns en það er svona spurning hvernig fyrirkomulag verður á flekaskilum næstu misseri? Í næstu viku erum við með 20. þáttinn. Við ætlum að halda okkur við það. Já, við ætlum að halda okkur við það og kannski förum þá aðeins yfir bara sviðið alveg aftur til fyrsta þáttar, reynum að rifja þessu upp og kannski veltum upp hvernig formið á þessu verði til frambúðar eða svona einhverjar frambúðar allavega. Svona... Já, og væri kannski, nú þegar bara við höldum áfram að gera þetta í flæði án þess að vera búin að ákveða hvað ætlum að segja, sko. Mér þætti nú alveg áhugavert ef að þau sem hlusta á þetta hlaðvarp myndu vera svo væn að skjóta á okkur einhverjum spurningum. Það megi líka vera, þú veist, sjónamið, bara það er eitthvað sem vilja skilja eftir, þú veist, einhvern veginn þetta samtal og þessu umræðu og svo leis, en kannski ef það er eitthvað sérstakt, þú veist, hvort sem það er upp úr fyrri þáttum eða eitthvað líðandi stundar eða hvað, að þá held ég það geti líka alveg verið mögulega eftir hvað kemur út í. Það er alveg skemmtilegt form sem hluta af þætti að spekla það aðeins, þú veist, í 20. þætti. Eitthvað sem að svona liggur fólki hjarta. Það finnst mér góð hugmynd. Það finnst mér mjög góð hugmynd. Gerum það, reynum að leggja út slík net og aðtugum hvort það kom ekki eitthvað í þau. Og þá held ég að við séum komin fram yfir hefðbundin tíma. Það var bara svo gaman eitthvað í dag og það er alltaf bæði kvíðvænlegt og tilökunarefni þegar breytingar eru í farvatninu en við ráðum við það eins og annað og ég þakka bara kærlega fyrir og þakka kærlega fyrir í dag. Takk fyrir mig.